Já, komið þið sæl og blessuð, velkomin hér í bílskúrin í Mosfellsbæ, þar sem við tökum upp trú og líf. Ég heiti Gunnar Ingi Gunnarsson, hvað heitir þú? Ég heiti Svava María og þetta er örugglega svona í 40. skipti sem við erum að reyna að taka. Við vorum að bæta við fullt af búnaði hérna hjá okkur, þannig að við erum komið auka myndavél sem gefur meðal annars þetta flotta og fína skot og ég er hann í bakgrunn. En hann af Svöfu er að tala og svo okkur báðum og svo erum við að fara nýja mikrofóna og það er búið að vera svolítið flókið að setja allt upp og fá það til að fungera vel en þegar við erum búin að því að þá minni vinna hérna frá Af hverju settur myndavélina hér? Til þess að vera á þér skulum, fólki sem er að hlusta á útvarpinu veit ekkert alltaf, við erum að fara í þátt í dag. Já. Vilt þú segja okkur hvað umræðaefnið er? Herðu, það er að hvernig lítur það út að stíga út í trú? Það verður skemmtilegt. Það. Hvað er það að stíga út í trú? Já, ég held að það krefjist þú þarft allavega að hugsa mjög vel út í hvort að þetta sé Guð sem er að kalla þig til þess að stíga út í trú fyrir þá einhvers konar ákvörðun sem að þú stendur fram fyrir. Ég myndi segja það. Algjörlega. Og versin sem við ætlum að pæla í dag er rosalega mikið úr Hebreabréfinu í 11. kafla og 12. kafla. Já, einmitt. Og við ætlum að pæla í, það eru geðugir kaflar sérstaklega það kemur að því að skilgreina hvað trú er og hvernig trú lítur út og verktrúarinnar og vitnisburði trúarinnar og alls konar. Þannig að ég var bara búin að taka svona bita úr kaflanum en það er mjög langur í heild sinni. Já, hann er 40 vers. Já, ok, ég ætla að stinga upp og að lesa bara allt en það væri kannski of mikið. Já, mögulega. Það væri svolítið langur tími ég að lesa bara. En varst þú með eitthvað vers sem að þið langaði að byrja á? Já, ég held að fyrsta versið í kaflanum er náttúrulega bara mjög gott vers. Fyrsta lagi að skilgreina hvað trú er. Já, einmitt. Og fyrsta versið er hérna trúin er fullvissa það sem menninni vona, sannfæring þá hluti sem er auðið að sjá. Já, einmitt. Já, sem menn vona. Nei, líka bara það sem ég tek eftir er orðin fullvissa og sannfæring. Og það því að ég man eftir því að ég var að tala við einhvern hópa fólki sem var svona í því að grilla mig í einhverja 2 klukkutíma og voru ekki trúa fólk en það þú veist, hafði þessa hugmynd eins og margir gera að trú er eitthvað sem þú gerir blind og í rauninni að þú trúir þrátt fyrir að í rauninni allt segir þér allt annað segir þér að trú ekki þú veist, að þú trúir bara út af því að þér finnst það að vera rétt þrátt fyrir að allt annað sé að segja þér að sé rátt og hér er einmitt akkurat öfugt þannig að segja trúin er fullvissa það sem menn vona, sannfæring þá hluti sem er auðvitað að sjá það er ekki bara trúin er það sem menn vona eða að halda hluti það sem að þú sérð ekki heldur, nei þú ert fullviss og ert sannfærður það þetta er ekki blind trú það er ekki biblileg hugsun. Já, einmitt af því að maður oft heyrt þetta þú veist að fólk sé að grilla mann fyrir að þetta sé í rauninni blind. Já. Þú veist, sannfærður ég meina, sannfærður þá væntanlega bara að Guð sé að kalla þig til þess að þú veist, ég meina að því að nú erum við að tala í samhenginu við að skilur stíga út í trú. Já, og þannig í rauninni byrjar hann á að segja hvað trúin er þú veist, fyrir hann að fengu menn fyrir á tíðum góðan vitnisburð, fyrir trú skiljum við að heimannir eru gjörðir með orði Guðs og þið sínilega hefur ekki orðið til að því sem hefur verið séð þannig að áður en að fer í hvernig trú, að stíga út í trú lítur út, þá er hann að segja, nei þú veist, þú veist að Guð er til og þannig að einmitt þú veist, þannig að þannig er hann að byrja á því bara, hei, þú veist að Guð er hann Einmitt, og það er grunnurinn fyrir því af hverju þú svo síðan tekur ákvörðun einmitt, akkurat og síðan byrjar hann að tala fullt af mismundi fólki sem að tók trúar skref og fylgdi Jesú Svo spennandi Hvar vilt þú byrja þegar það kemur að því? Ég var til að byrja á Hebreabréfinu 11:8 með Abraham 11:8 11. kafla vers 8 Já. Er ég ekki að segja rétt? Jú. Já. Sjá, komum við inn að skjáin. Já. Fyrir trú hlýddi Abraham
hann var kallaður og fór burt til staðar sem hann átti að fá til eignar. Hann fór burt og vissi ekki hvert leiðin lá. Fyrir trú settist hann að í hinnu fyrirheitna landi eins og útlendingur og hafðist við í tjöldum ásamt Ísak og Jakob voru samerfingjar með honum að hinnu sama fyrirheiti. Því að hann vænti þeirra borgar sem hefur traustan grunn þeirra sem Guð smiður að og byggingamestari. Stoppa hana. Jú. En mér varst kannski áhugavert þetta kannski að fyrsta hérna fyrir trú hlíti Abraham hann var kallaður. Já. Þannig að þegar hann stígur út í trú, hvernig lítur það út að stíga út í trú? Já, þú veist, að stíga út í trú þá þarftu, þú veist, þú þarft að vera kallaður til þess. Já, skilur, kallaður til þess að gera eitthvað. Guð þarf að vera búin að, skilur, gefa þér eitthvað til þess að vilja taka ákvörðunum að, þú veist, alltaf ég að gera þetta ekki. Þú veist, ekki bara eins og til dæmis, bara eins og, þú veist, bara eitthvað, já, heyrðu, bara svo situr upp í sófa eða eitthvað, svo bara, heyrðu, fara þess að fluga hausum, bara, heyrðu, ég ætla þetta bara, ég að spáði bara flytja mig þangað. Guð, viltu bara blessa þetta, skilur þau? Heldur að vera vissum að hei, þegar þú ætlar að stíga út í trú, að Guð sé að kalla þig til þess að stíga út í trú. Já, af því að þú veist, ég meina allavega þessu sem að yfirleitt fylgir þessu, þú veist, ég meina þá þetta svo, þú veist, þetta getur oftast þessar ákvarðanir eitthvað sem að getur svo bara breytt jafnvel lífiðinu eða breytt bara, gert svo stórvægilegar breytingar, skilur þau, að þetta eitthvað sem ætti ekki að taka léttilega, þú veist. Og það er líka þannig að, þú veist, ég held að þannig eitthvað sem að, kannski eitt prinsip þegar kemur að því að túlka Biblíuna vel, að þá að muna að Biblían skrifa fyrir annan tíma og þannig fólk og menning sem að við kannski kannumst ekki alveg við. Þannig að fyrir okkur, þegar við lesum þessi vers hérna, þú veist, fyrir trú, þá hlíti Abraham hann var kallaður og fór burt til staðar sem hann hafði átt að fá til eignar, hann fór burt og vissi ekki hvert leiðin lá. Þannig að hann að leggja stað en hann veit ekki hver, þú veist, hann ekki með alla myndina, hann ekki svör við öllum spurningum og Guð að kalla hann til þess að fara og fyrir okkur þá hugsaum við, já, þú veist, þetta svo ég myndi flytja til Akranesar eða eitthvað svoleiðis, en við erum að muna á þessum tíma þá var ekki til lögregla, það var ekki til her, þú veist, það voru ekki lög og þú veist, þeir sem venduðu þig var fjölskyldaðin. Það var eina öryggisneti sem þú hafðir var fjölskyldaðin. Þannig að þegar Guð að kalla Abraham þá þetta að kalla hann svolítið út í óþægindi og fórn sem hann þarf að hafa, þú veist. Að hann að kalla hann frá öllu öryggisinu, allri vend sem hann hafði, þú veist, allt sem var kunnulegt fyrir honum og segja, hei, komdu og fylgdu mér og hann veit ekki einu sinni hvert hann að fara. Hann bara veit að Guð sagði hann að fara og hann að fylgja honum. Þannig að það er svo rétt að sem þú segir, þú veist, hei, fyrir það fyrsta að þú ætlar að stíga út í trú þá verður að vita að Guð sé að kalla þetta þess, ekki bara, þú veist, mér fannst ég hafa þessa skrýnu hugmynd á miðvikudegi, þú veist, en líka þegar Guð kallar okkur til þess að stíga út í trú og þá er það oft að það lítur mjög óþægilega út og kallar þig til þess að fara út fyrir þægindaraman eins og við sjáum hér í Abraham. Og ég meina, í dag geti það litið út þú veist, bara svona þú veist, ok kannski þetta ekki byggt upp eins og að segja, þú veist, þetta allt fjölskyldaðin og það sem endaði og svona, þú veist en ég meina, í dag kannski væri það frekar þú veist kannski leikur meira á svona, þú veist, fjárhagslega öryggi kannski, eða meira, þú veist, eins og þú veist, þú getur verið litin kannski skrítin til þess að taka eitthvað ákvörðun sem að, þú veist, fólk utan á, þú veist, hugsa bara, þú veist, yfirleitt er það nú þannig að það ekki, þú veist, ákvörðanir eða svona, sem þegar Guð kallaði eitthvað, þá er þetta eitthvað sem að kannski meikar ekki sens fyrir, þú veist, fattaru, þú veist, eitthvað sem er svolítið svona róttækt. Og við sjáum það með aðra í kaflanum, þú veist, hann talar um Nóa, þú veist, og það var einmitt bara hvað er þú að smíða örkin út í eðmörkinni, hann talar um náttúrulega Abraham að eigna son í æsku sinni, ekki í æsku, heldur í hérna svona Móse Móse að fara úr Egyptalandi, fara úr höllinni, segja skilið við öll þægindin sem voru eigin sér stað og segja nei, mér langar frekar að vera með þrælunum hérna, þú veist, þannig að trúin kallar okkur til þess að gera ótrúlega mikið af svona viltum hlutum sem eru fyrir utan þægindaramann, þú veist. Þannig að hvað er það að stíga út í trú, þú veist, hlýða orði Guðs,
væri eitt, bara hei, þegar að Guð kallaði til þess að gera eitthvað og ég held að, ég veit ekki, kannski þurfa að undirstreka þetta að hann að margir þegar þeir segja hlýða orðið Guðs, þá er ég kannski að býða eftir einhver tilfinningu og eitthvað svona, hei, ef þú vilt færa út í það, þú veist, að Guð gefi þér eitthvað sérstakt til þess að gera og þér finnst að vera kallaði til þess að ákveðis verkefni, æfðu þið þá í því að hlýða orðið Guðs, þar að segja Biblíunni, að líf mitt byrja að líta meir út eins og Jesú, og ég held að, þú veist, þegar ef þú ert að halda að Guð sé að kalla því eitthvað, þú veist, alltaf að byrja að biðja biðja Guð að, þú veist, staðfesta við þig þannig, Guð náttúrulega talar í gegnum ímsa, þú veist, hann talar í gegnum orð sitt, þú veist, bara þú ert að biðja og svo leis, hann getur talað í gegnum fólk, hann getur fólk til að staðfesta, þú veist, bara er þetta raunverulega það sem þú vilt að ég geri. Já. Sérstaklega, ég meina, svo þakklátt fyrir að hann geri það, því að yfirleitt þegar hann kannski að kalla, þú veist, svona eitthvað sem að, sko, í þínu mannlega áttu pínu erfitt með að svona, er þetta raunverulega hann, af því að það kannski er svo stórt stökk, skilur þú veist, og svo náttúrulega myndi ég segja, þú veist, líka bara hann tala við þig náttúrulega gegnum heilagan anda og staðfest þetta þar og svo náttúrulega bara aðstæður, þú veist, bara veit það ekki, þú geti verið kannski eitthvað staðar eða skilur eitthvað þannig, þú veist. Já. Það er endrarlega góð pæling að pæla í því, þú veist, því að þegar þú tala um að stíga út í trú, að þá er kannski eitt sem var hægt að segja við fólkið sem er hann úti að hlusta, er að hei, kannski ef að þú ferð inn í til dæmis kirkjur eða þú horfir á bara kristna trú á Íslandi og segir bara, vá, það þarf að laga svo ótrúlega mikið og annað eins, að það er svo ógeðslega auðvelt að detta í vælubílagýrin, skilur og vera bara endalaust að væla yfir hvernig ástandið er, og ég verið þar bara því miður og hef þurft að eðrast að því að vera bara vælandi rosalega mikið, en það gæti verið eitt, þú veist, það sem Guð er að nota aðstæður til að sína þér, hei, sérðu allt sem þarf að gera og ef að þú ert að sjá allt þetta sem aðri sjá ekki, þá er mögulega Guð að segja, hei, gerð þú eitthvað í þessu. Og það fer að liggja á þér sem svona eins konar svona byrði, bara svona vá hvað ég finn að þetta þurfi, þú veist, að breytast og bara, og svoleið, sko, eitthvað sem að, þetta er svona þessi litli steinn í skónum sem að truflar þig og hættir ekki. En Ef ekki að taka eina auglýsingu hérna Jú, komið auglýsingapásu. Koma að pásu. Já, endilega. Setja smá pásu. Hæ, ég ætlaði bara að nýta tækifæri til að láta ykkur vita af samkomum í Lofstofunni ef að það vill svo til að þú sért að leita þar að kirkju. En þá erum við með samkomur á sunnudöfum í Fagraþingi 2A klukkan 11 og þú ertu velkomin. Ef þú ert með fleiri spurningar sem þú vilt að við tökum fram í þættinum, þá endilega senda okkur komment á Facebook síðu okkar eða á YouTube síðu okkar, fyndu vídeo sem þú ert að horfa á, settu inn kommentar, við munum lesa öll þau komment sem koma inn og ef við erum ekki búin að taka þá umræðu áður og finnst það að passa vel í þáttinn, þá erum við ótrúlega til í að taka fyrir þína spurningu. Ef að þið líkaði við vídeóið sem að þú varst að hlusta eða horfa á í dag, þá máttu endilega íta á like, subscribe á YouTube-rásina og deila þessu. Takk hérlega fyrir. Jæja, velkomin aftur. Þið erum að hlusta á Trú og líf. Við erum að tala Trú og líf og þú ert að hlusta á Trú og líf. Og þú ert að hlusta á Gunnar Inga á Svöfu, hafa pæla pælingar hvernig er að stíga út í trú. En þú varst búin að nefna Gunnar einmitt að þú veist að við þurfum að byrja á hlýða orðinu. Þú veist, þetta er Já, ég held að nefnilega eitt af því sem við gerum, þú veist, við viljum alltaf vera með ofur, þú veist, dæmið strax. Þú veist, ég lenti í þessu þegar ég var að æfa snjóbretti þegar ég var yngri. Að þá var held ég 3 vetur í röð þar sem ég braut á mér bein í byrjun vetursins út af því að ég æfði mig aldrei á litlum stökkpöllum. Ég fór alltaf á stóra stökkpalla og braut mig í byrjun veturs, þannig ég gat aldrei æft mig veturinn. Og þannig að ég held að þannig séu margir með trú. Þú veist, við viljum, við lesum hvað postulunir gerðu, við lesum hvað, þú veist, Abraham og Móse og maður svona, já, mig langar að vera svona, skilur við. En maður fattar ekki að Móse, þú veist, var í 40 ári í eyðimörk. Áður en hann var kallaður til að leysa fólki undan Ísrael. Jósef var í 17 ári þrælahaldi, þú veist, áður en hann var sá sem að Guð notaði til að gera ótrúlega hluti. Þú veist, það eru allir þannig sem eru búin að taka trúa skref sem hægt og rólega byggir upp í þessu stóru trúa stökk. Og ég held að, þú veist, þegar það fylgir þessu, þú veist, þess að við sjáum í hérna
sagt, eins og þegar vorum að lesa þetta með Abraham, þú veist, að hann þurfti að yfirgefa, veist, þú þarftir að vera tilbúin eins og Gunnar sagði, veist, að vera tilbúin að leggja til hliðar þín þægindi. Já. Það er eitthvað sem að fylgja líka svona köllum. Já. Þú veist, að vera tilbúin til að setja bara, sín þægindi til hliðar. Og ég held líka bara, ef ég má bæta við hérna, Vessi 11 sem að er hérna á skjánum, að þá held ég að þarna, hér segir fyrir trú öðlaðist Abraham kraft til að eigna son og þó var Sara óbyrja og hann komin yfir aldur og hann treysti þeim sem fyrirheitið hafi gefið. Þannig að eitt af því sem að ég get tekið út úr þessu er að Guð er að vinna á sinni tímalínu og Guð getur stundum gefið lofórð, hann er búin að gefa lofórð þannig í marga áratugi að Guð hann ætli að gefa honum son og í gennum þennan son koma marga þjóðir og annaðins og ég veit ekki, þú veist, með þig ég held að við höfum bæði upplifað það, þú veist, að Guð gefur eitthvað lofórð og maður finnst Guð vera að kalla eitthvað og þú ert með eftirvæntingar og ég er með eftirvæntingar en Guð er að pæla í ykkur allt annari tímalínu heldur en við. Og þetta er líka spurning að þú veist, skilur að muna, þú veist, að við erum að þjóna Guði sem að gerir yfirnáttúrulega hluti eins og þarna, þú veist, skilur að bara Abraham var bara hundgamall og Sara var aftur að vera komin yfir bara, skilur meðgöngualdur. Hún ætti ekki að geta gert þetta, þú veist, en þá þarf maður líka einmitt að treysta þegar maður að stíga út í trú að sætta sig, eða svona hvað sem er, að hafa þess að trú að Guð geti gert það sem að hann er að kalla mann út í, þú veist, hvað sem að það geti verið að, þú veist, ég veit ekki, ef hann er að kalla þig út fyrir Ísland, þú veist, og fara að ná til fólks þarna eða eitthvað skilur, þú veist, bara að treysta því að Guð færi fram það sem að þarf til þess að skilur, það sem hann er að kalla þig, þú veist, maður þarf að, og í rauninni og ég elska hérna í endurum á Vessi 11, þú veist, að þá segir hér hann treysti þeim sem fyrir heitið hafði gefið og minnst þetta get töff út af því að þannig er hann að segja í rauninni, þú þarft ekki að sjá heildarmyndina til þess að treysta því, þú veist, að stíga út í trú og taka trúaskref, þú þarft bara að treysta þeim sem er með heildarmyndina, sem er Guð og það er ofta sem að Guð kallar okkur út og við vitum ekki nákvæmlega hvernig heildarmyndin lítur út. En við trúum og treystum að hann veit það. Og ef þú vilt kannski dæmi hvernig trú lítur út, að bara í hvert skipti þegar við stígum inn í flugvél, að þá er það svolítið bara dæmi trú. Að þú veist, pældi þessu, ef við færum 500 ára aftur í tíman og þú ættir að útskýra flugvél fyrir fólki. Þannig að það er einhver járntúpa með eitthvað vangi sem flýgur þú getur alls ekki útskipt hvernig þessi járntúpa flýgur, það er einhver vísindi á bakveða með vind og mótvind og bla 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 og eitthvað svona, en þú veist, mér finnst það bara skrítið að hugsa bara að járntúpa getur flóið með 400 manns í pluss töskur og, en þú veist, þú veist ekki heildarmyndina, en þú lappar inn í flugvél vitandi að það er einhver sem veit heildarmyndina það er einhver sem veit hvernig þetta drast flýgur og ég ætla að trúa því og treysta að þetta fólk veit hvað er að gera, ég hef séð að gera stróslega oft áður, ég hef upplifað að fara í svona áður og þannig að, þú veist, þegar fólk talar trú, þá er það oftast, trúðu þrátt fyrir, nei, trúðu út af því, þú veist, ef þú vilt byggja þig upp í trú, trúðu þá á þann sem að fyrirheitið hefur gefið eins og Vers 11 segir, þú veist. Ég held einmitt líka, þú veist, að skilur oft eins og þessi fyrir, hvað segir maður, þessi fórtími sem að kom, eins og hjá þeim, þú veist, Móse og hjá Abraham og Jósef og allt svona, þú veist, þeir gangi gegnum um tíma, held ég einmitt til þess að þú veist, velti fyrir mig hvort að Guð gera það af því að, þú veist, þannig að þeir séu búin að læra um þetta tristunum, þú veist, þannig að þeir séu tilbúnir til þess að, ég meina, það er ekkert auðvelt að stiga út í trú í svona, þú veist, og ég geri ráð fyrir að það sé einmitt frekar meiri líkur á að við gerum það ekki ef að Guð er ekki búin að þroska í okkur svona þetta ákveðna traust, skilur, fyrir að við þekkjum hann og vitum hver hann er, þú veist, og þess vegna held ég einmitt að það sé, þú veist, oft kannski sem að Guð er ekkit endilega að hvað maður að segja leggja á okkur eða svona, þú veist, okkur langar að breyta ykkur en við erum kannski ekki átt okkur á, ég er kannski ekki bara búin að þekkja nóg, skilur bara, þú veist, þekkja raunverulega hver hann er, hvað hann getur gert, þú veist, til þess að hann getur treyst mér fyrir einhverju svona stóru algjörlega, þú veist, ef þú
ég held að fólk minnskilji þetta, skilur, ef þú ætlar að byggjast upp í trú þá er það ekki þú að rembast að eiga meiri trú, heldur það þú þekkir þann sem að er þess virði að leggja trúðina á, trúin beinist að einhverju eða einhverjum og það trúin byggist ekki á þér heldur á þeim sem að trúin þín beinist að akkur núna sitjum við í stólum við erum ákveðna trú í þessum stólum og það því að bæði höfum við séð svona stóla áður við erum búin að sitja þeim áður, við erum búin að upplifa að þeir geta haldið okkur uppi og annað eins og þegar þú ert búin að byggja upp svona ákveðið þól og trúarþól að þá byrjar þú allt í hennu, þú veist ok, ég veit að þetta er dimmri dalur en ég hef nokkuð tímann farið í gennum en ég man hvernig hann starfaði hér og ég man hvernig líf mitt hefur breyst í ljósi þess að ég gaf líf mitt niður og fylgdi honum og þrátt fyrir ég skildi ekki af hverju hann var að boða mér þetta og banna mér hitt og þá hefur alltaf leist til góðs og þú veist, þegar þú ert búin að þjálfa þennan vöðva þá er það kannski auðveldara að treysta honum þegar það er trúa stökk það sem mikið er í húfi og annað Amen þú veist Amen allir líðunum sagði já, þú veist, þannig að það er eitt að þú treystir að Guð getur gefur yfirnáttúrulega hluti þú manst að þetta er ekki eftirvæntingar þínar, þetta er tímalína Guðs og að langflestum tilfellum, ég meina þegar að Guð er að kalla svona þá náttúrulega leggur hann ekki út fyrir þér nákvæmlega hvernig það lítur út af því að ég er nokkuð viss það ef hann myndi segja þér hvernig vegferðin lítur út já ég er ekki svo viss að maður myndi vilja gera það sko. Nei. Skilur, ég held að sé ástæða fyrir því að hann heldur frá þér þú veist, og ég meina við höfum líka munað, þú veist að Guð hans þrá fyrir okkur að við verðum líkar í honum þú veist, og hann er alltaf að þroska okkur í að vaksa, þú veist, í ávexti andans og það bara krefst rosalega mikils til þess sko. Já það gerir það og líka bara þú veist þegar þú upplifir Guð það er eitt hérna í vissi 13 og 14 það sem að tekið fram hérna í vissi 13 og 14 það segir að þessi menn dói í trú án þess að hafa öðlast fyrirheitin þeir sáu þau álendar og fögnuðu þeim og játuðu þeir voru gestir og útlendingar á jörðinni þeir sem slíkt mæla sína með því að þeir eru að leita eigin ættjarðar þannig er Páll, ég held að Páll hafi skrifað Hebreubréf en hann það er ekki alveg vita en þannig er verið að segja, hei, þessir menn til dæmis, og þannig er kannski góð spurning fyrir okkur þegar við erum að pæla að stíga út í trú, hvað er það sem þú ert að leita að þegar þú ert að stíga út í trú er það að leita eftir ávinningnum þú veist, og að enda niðurstöðinni eða ertu sáttur eða sátt við að vera bara trúfastu Guði og vita að þú standir fyrir fram að Guði að hei, ég var trúfastu þér og þú veist, eins og Móse þú veist, það fekk ekki að sjá fyrir hérna landið þú annað eins og ég held nefnilega ég held allavega ef að þú ert svo aðili sem ert að leitast eftir að fá bara eins og svona skyndibitatrú þú veist, bara svona út að leitast eftir svona að fá trú. Já, svona niðurstöður strax þá myndi ég segja að stíga út í trú var ekki fyrir þig skilur, af því að ég held að við þurfum ég held að það kannski líka veist, ég held að það sé eitt dæmi það sem að við svona við erum að sýna að þetta er rauninni fyrir Guðstýrð veist, ekki okkar og líka þú veist að Guð ef Guð segir, hei, leitaði ríkis hans og réttlætis og allt annað mun veitast ykkur auki, þú veist, þannig að fyrst og fremst þá eigum að leitast eftir Guð, hvað vilt þú gera ekki hvað byggir upp mitt ríki eða mitt orðspor eða lætur mig líta vel út eða líða vel hvað vilt þú gera með mitt líf þannig að ég geti unnið fyrir þitt ríki og stundum lítur það þannig út að þú ert að rækta tré sem að eru aldrei að fara að veita þér skjól veist, og heldur bara komandi kynslóðir muni fá að uppörvast af því sem þú hefur gert og við verum að vera tilbúin fyrir það þú veist, þegar við segjum hei, mér langar að stíga út í trú er ég tilbúin að segja bæði þægindi mín er ég tilbúin að fórna veist, og þú veist hvað eru dæmi hluti sem fólk hefur þurft að fórna fyrir trú þú veist bara lífi sínu já, við sjáum það með þessi kaplanum já bara öllu leikum við þú veist bara eins og Móse, ég meina hann bara þurfti að yfirgefa bara algjörlega allt þú veist, ég meina ímyndaði ykkur ef að Guð hefði sagt Móse já, bara svo vitir að þú veist, þú ert að fara að leggja inn í 40 ára ferðalag og þú farið ekki einu sinni að komast
inni fyrir hérna landið. Þú ert að díla við bara vælandi fólk í 40 ár í einum mörg og svo færðu að standa á fjalli og sjá fólki fara yfir í fyrir hérna landið. Já. En þú veist, að stíga út í trú, það þýðir rosalega oft að segja skilur við þægindi og vera tilbúin að forna, skilur við að vera tilbúin að gefa upp á bátinn, bara hvað sem að þú, ég veit ekki, þínar hugmyndir, þínar eftirvæntingar, þínar peninga, þinn tíma, vinsældir á mönnum, þú veist, það er ótrúlega mikið sem það er að gefa upp á bátinn og vera tilbúin að segja bara bless við. Já, ef að Jesús er hann fallegir en allt annað í þínu lífi og þess virði að gefa upp allt annað á bátinn. Erum við nokkuð komin yfir tíma? Nei, við erum með 2 mínútur eftir. 2 mínútur eftir. Já. Og ég held að þetta er búið að vera svo uppörandi sérstaklega fyrir mig að skoða þetta umfangsandi vegna þess að ég bara áttaði mig allt í einu á því bara að þetta var eitthvað sem að Guð gerði fyrir okkur persónulega núna fyrir mörgum árum. Þú veist, þegar Guð kallaði okkur til að byrja kirkju og það bara gerðist á svo ótrúlegan, bara eins og ég var nefnið okkur á þann, þú veist, að Guð talar í gegnum bæna, hann talar í gegnum aðstæðan, hann talar í gegnum fólk, hann talar í gegnum heilan anda, orðsitt, allt þetta og hann staðfesti sig á svo ótrúlega stóran og magnaðan hátt fyrir okkur, bara, þú veist, af hverju við ættum að vera aðeins með kirkjunu og ég einhvern veginn fattaði það bara, þú veist, þegar ég var að skoða þetta, bara svona vá hvað Guð er búin að vera trúfastur í gegnum þetta, þú veist, og uppbærandi þetta að horfa á svona, þú veist, manneskjur eins og Móse og Jósef og Abraham bara í að vera staðfastur í að gera það sem að Guð kallar, þú veist, og sjá að hann færir fram allt sem þú þarft til þess að í rauninni ganga út á köllun sem hann hefur, þú veist, og þó að sé erfitt að leggja þetta til hliðar, þú veist, og leggja mjög margt til hliðar, en þá er það þess virði að einmitt að því að við erum að leitast eftir því að lyfta honum upp og í rauninni að framganga, þú veist, í þeirri köllun sem hann hefur fyrir líf allra á jörðinni. Það gefur okkur mesta gleði. Já, og líka bara, ég myndi enda þessu, þú veist, vers 30 til 38 í Hebreabréfinu 11, það talar fyrst og fremst fólk sem gerði ótrúlega magnaða hluti, þú veist, eitthvað svona fólk sem, þú veist, þú myndir lesa þetta og bara, minn okkur að gera þetta og hitt og eitthvað svona, svo seinni hlutunum þá er svona, hei, svo er bara nafnlaust fólk sem dó fyrir trúna, var pyntað fyrir trúna, gaf upp allt og fekk aldrei að sjá fyrirheitin en var trúfast allt til enda og eitthvað svona, þú veist, þannig að enn og eftir fyrir mig þá er þetta bara að minna mig á, hei, þetta er ekki niðurstöðun að þetta er trúfesti, bara sama hvað, þú veist, að ég vil vera trúfastur Guði, ég vil geta staðið fyrir framan hann og vita að ég vera trúfastur þjórn hans og að að hlusta, þú er kannski ekki kristinn að þá er náttúrulega fyrsta skref í að stíga út í trú það byrjar í Hebreabréfi 12 1-3 þegar það segir fyrst við erum umkringdur slíkum fjöldum votta, léttum á okkur allir byrði og viðlóðandi synd þannig að, viðlóðandi synd og þreytum þolgóður skeið það sem við eigum framundan. Beinum sjónum okkar til Jesú, höfundar og fullkomnar trúarinnar, vegna gleði þeirrar er beið hans leið hann þolinmóðulega á krossi, mat smán einskis og hefur nú sest til hægri handar hásæti Guðs. Virði hann fyrir ykkur sem þolað hefur slíkan fjandskap gegn sér af syndunum til þess að þið þreytist ekki og látið hugfallast. Já, og þannig að ótrúlegt þegar hann segir leið þolinmóðulega á krossi vegna gleði þeirrar er beið hans. Sem að sýnir bara þetta er svo yfirnáttúrulega gleði sem að drottin hefur veitt okkur sem er svo ekki af heiminum. Þannig að trúðu og treystu á Jesú Krist. Hann mun sjá fyrir. Amen. Amen.